Komið þið sæl og velkomin í kalda pottinn þessar vikuna. Hjá mér er engin annar en Óttar Proppé. Háttvirtur, velkomin. Kærar þakkir. Takk fyrir að koma. Já, takk kærlega. Gott að sjá þig. En það er hefð fyrir því að við skálum í Jesúvei og ég fer alltaf með sömu möntruna svo við klúðurum ekki þættinum. Og hérna nú er ég orðin hvað heitir það, superstitious, ég er orðin, ef ég gleymi þessu og þá klúðra ég örugglega það. Já, nákvæmlega. En takk fyrir að koma í sveitina. Takk fyrir að bjóða mér í sveitina. Þú ert borgarbarn. Ég er borgarbarn, eða svona kvart. Ég er alveg upp í Hafnarfirði. Það er svolítið í sveit. Sem var smá, það var þorp. Það var fiskiþorp út á landi þegar ég var krakki, sko. Ok. En svo er ég svona hálft í góra vegna þess að ég var líka töluvert sem krakki í Bandaríkjunum. Fóröldum mínu þegar þau voru að læra. Þannig ég byrjaði í skóla í Bandaríkjunum og kom svo aftur heim og svo aftur út, aftur heim og endaði að klára high school út í Ameríku sem sagt. Þannig að ég er svona 50-50 sko. Já, hvar varstu í Bandaríkjunum? Lengst af í Illinois sem er í miðríkjunum. 3 tíma beint yfir flattneskunni í suður frá Chicago. Það var svona sjóndeildarhringurinn var bara allan hringinn. Hvað ár erum við að tala um? Það hefur verið haldið kultúrsjokk, Ameríka, Ísland á þessum tíma. Jú, sko, ég er fæddur 68, þetta er 74 sem við fyrir fyrst út. Já. Þá er þetta náttúrulega eins og að koma tunglið með Ísland, sko. Því Ísland var einhvern veginn svo bæði einangrað í raunveruleikanum, sko, en líka svona kultúrelt. Það er rétt búið að loka fyrir Kanasjónvarpið þegar ég man eftir mér og verið að sýna nokkra klukkutíma í svart-hvítu sko. Svo kemur maður til Ameríku og það er allt einhvern veginn í Technicolor. Sjónvarpið í lit. Í lit og 74, það eru allir einhvern veginn í gulu og bleiku og bílarnir eru eins og vörubílar og neongrænir og allt einhvern veginn. Diskóið var alltaf byrjað þarna. Þarna er diskóið og sko, þetta var lítið háskólabær sem við byggum í og þar var, til dæmis sonur prófessors pappa sem var aðalmaður í hljómsveitinni REO Speedwagon. Þannig að það sem við köllum svona iðnaðarrokki, það er þáttið fætt þarna á þessari gresju. Já, ég þekki það band. Það þekkti að ég átti einhverja plötur með þeim. Jú, ég ætla ekki að fullyrða að þeir héldum ansi lengi á fram að spila. Það voru svona leitsendir í... Já, en bara þetta, maður kom þarna og þarna voru margar útastöðar sem voru að spila músík til dæmis. Heima var það bara gufan þar sem maður heyrði svona 3 popplög yfir daginn, sko. Í óskalugum sjómanna eða sjúklinga eða eitthvað. Já. Og sem krakki man ég alltaf eftir þessu, ég man eftir að þegar ég heyri lag sem hét Hopsa Bomb, held ég, með Ingimar Eydal. Sem við þekkjum sem á skíðum skemmti ég mér trallala og lag sem ég mundi alltaf eftir að bara ég er lítill og það hafði svo mikið áhrif á mig, mér finnst það svo stórt og mikið lag sko. Svo kynnist ég seinna sem Bridge over Troubled Water og skil ekki af hverju mér finnst það svo ómerkilegt sko. Þangað til ég er 30 og heyra það í fyrsta skipti sko með Elvis Presley. Þá er þetta Presley-útgáfan, hún hefur alveg gjörsamlega gripið með þennan mjög early. En svo kemur maður til Ameríku og þar er þetta bara allt, bara út allt. Allt í boði og allt í gangi. Já, og bara og svo er maður alltaf bara lítill furðufugl í lopafötum sem maður kann ekki orð í tungumálinu og það var líka, held ég, mjög mótandi að fá að upplifa svona snemma að maður getur líka verið geimvera, sko. Þannig að þú varst alveg mállaus og byrjaði í skóla þar? Algjörlega, sko. Mér er sagt að ég hef bara hætt að tala. Bæði heima og í skólanum og ég var nú svona frekar íhugull og örugglega leiðinlegt barn. Ég var alltaf að bíða eftir ég að verða fullorðinn. Mér fannst þetta alltaf svo leiðinlegt, þetta var bara svona að bíða eftir ég að fá að taka þátt einhvern veginn. Og þetta þögla barn sem brosti aldrei. Introvert sem sagt. Væntanlega, já. Ég bara að mér er sagt, ég þagnaði bara og sagði ekki neitt í einhverja mánuði
og svo bara einn daginn byrjaði ég að tala ensku. Þá var ég bara búinn að taka það inn, sko. Og hef nú svona eiginlega litið á ensku og íslensku sem svona móðurmálin mín síðan, sko. Byrjaði alltaf við. Já. Svo þegar ég kem heim sumarið 80, þá kemur maður heim úr náttúrulega þessu brjálaða Ameríku einhvern veginn umhverfi, en inn í Ísland sem að var aldrei að lifna við. Aðeins að taka inn litinn, sko. Ég held að RÚV hafi verið komið í lit þá. Og þú veist, menn voru farnir að spila diskómúsík og svona. Og þá fannst mér Hafnarfjörður mjög lítill, þannig að þá strax bara fermingaraldurinn, sko, byrja maður að leita mjög mikið inn í bæ. Í menninguna í 101, í bókabúðuna þar sem maður var að fá bækur á ensku til dæmis, og í bíóinu og svo framvegis. Lastu mikið? Var það svolítið til? Já, ég var mikið, og ég hef alltaf verið mjög mikið lestarhestur. Kannski að hluta til sem introvert, og náttúrulega þegar maður er að hoppa svona á milli, þá er maður kannski dálítið einangraður, maður tekur tíma að eignast vini og svona, sko. Og ég las alltaf mikið upp fyrir mig, held ég. Ég var heppinn á Íslandi, ég átti af og ömmu, og sem að bjuggum í návat okkur báðum megin, sko, í Hafnarfirði, og maður var bara, það var opið einhvern veginn inn, maður kom besta daga. Og afar mínir átti báðir stór bókasöfn. Með fornsögunum, en líka alls konar furðulegum ævintýrabókum pólfara og einhverja furðufugla og ferðasögur og svo framvegis, sko. Lastu þetta allt saman? Já, það var náttúrulega ekki mikið annað að gera eins og manns kannski, sko, á Íslandi á þessu tíma. RÚV eða þetta? Já, RÚV var nú bara 2 tíma á kvöldi, sko, 4 eða 5 daga vikunar. og bara viðtöl við gamalt fólk í útvarpinu, sko. Svona maður nefndur. Eitthvað svo leiðis. Þannig að maður var, sko, ég er búið að þakkláttur fyrir líka að hafa fengið þetta veganesti, sko. Hafa upplifað það að þurfa að finna sér hluti. Þurfa að hafa fyrir því, til dæmis að ná sér í músík eða bækur eða hvað, sko. Og þegar maður er seinna, þegar maður er unglingur, þegar maður fann að lesa hluti, sko, við lágum yfir því félagarnir í Melody Maker og þessum ensku músíkblöðum. Og lásum og vorum orðnir algjörð fan á einhverja hljómsveitir sem við höfum, sko, löngu áður við heyrðum fyrst í þeim. Löngu áður þegar fyrstu plöturnar komu. Bara, já, Sundays, þetta hlýtur að vera æðislega hljómsveit, sjá þessa mynd og eitthvað, sjá hvað er sagt um það. Og svo settum við þetta fónu bara, já. Varstu ekki eftir þessu? Ég man eftir þessu, maður með Melody Maker alltaf. Já, eða eitthvað svona. Já. Ég man að einhvern tímann hann félagi mig, hann Jói Jóhann Jóhannsson. Við rugluðum reytum snemma saman í gegnum músíkina. Var músíkin alltaf með þér í gegnum barnaskóla? Hún er það, sko, já. En ég ætla að segja með Jóa að hann var svo æstur að endilega fara á bíó, það var loksins komið þessi stór mynd, þessa stóra kalt mynd sem allir voru að skrifa og hann var svo spenntur fyrir. Og við förum í Regnbogann. Þetta svona hálftíma, það var bara svona, what? Af hverju erum við á þessari barnamynd sem var Teenage Ninja Turtles, sem að einhvern veginn Jói hafði skilið sem svo að það væri svakaleg kalt mynd þar sem það væri verið svona að taka alls konar minni og gera þetta saman, sko. Og bara mér skilið barnaðina myndi. Og maður var svona stundum að lenda í einhverju svona. Eitthvað, já, þetta hlýtur að vera töff. Nei, það er ekki töff. En þú ert að spila músíkina, já. Já, var það alltaf einhvern veginn frá þér í gegnum þetta? Áhugi fyrir tónlist? Þegar varst að spila sjálfur eitthvað? Sko, ég, bara síðan ég man eftir mig, þá hefur tónlist einhvern veginn verið bara kveikt í einhverjum þræði í mér. Ég ætlum ekki að segja að það var ekkert ofsalega mikið tónlist á heimilinu, það var til píanó en það var ekkert mikið spilað. Eldri bróðir minn spilaði gítar en ég segi nú stundum, hann var dálítið mikill munur á okkur og við varum kannski ekkert alltaf heima á sama tíma. En þar sem ég kemst í músík, þá var ég alveg vitlaus. Og 9 og 10 ára, til dæmis út í Ameríku, þá er tímabil þar sem ég hlusti ekki á neitt nema tiltölulega nýjan jazz. Alveg veikur í jazz. Já, það er ungur. Já, alveg bara, gjörsamlega. Fyrstu stóru tónleikar sem ég man eftir
voru tónleikar með, hvað hét hann? Það var gamall píanóleikari. Father Earl Hines. Já. Sem var einn af þeim gamlu sem hafði held ég spilað upp alveg með Duke Ellington og var síðan með svona Gamlu stjórnarnar. já, gamlu stjórnarnar, svona 50-60s. Þegar ég sá tónleika með honum, hvað ég verið 9 ára eða eitthvað svoleiðis, þá bara, það voru fyrir mér. Og jazz. Já, en svo maður alltaf að upplifa eitthvað nýtt, sko. Og það svipað leyti þegar það kemur eiginlega inn til mín bæði þessi dansmúsík, þú veist, þessi gamla harða diskómúsík sem var kannski ekki beinlínis verið að spila fyrir 9 ára börn, sko. Nei. Fyrst og punkið. Og þetta eiginlega nær mér svona í sikkvort eirað. Þannig Og að fórst í báðar áttir. og líka þetta harða ameríska funk. Já. Og það bara einhvern veginn og það kveikir í einhvern rebel líka inn í mér, sko. Held ég. Og þú kemur til Íslands 1980. Já. Inn í sko mannkynssögulegt stærsta tískuslys mannkynssögunar. Já, hvert er það? 80s var mjög sérstakt svona á Íslandi. Mjög, sko. Það, veist, eins og segir, það var allt svolítið grátt og allt svolítið svarthvítt. Svo kemur þetta 1980. Svo nefnir litirnir, sko, og tónlistin og þarna voru náttúrulega... Það náttúrulega kynslóðaskipti, sko, dálítið á Íslandi. Og það þessi, eigum að segja, Beatla-kynslóð, hún nær dálítið vopnum sínum um þetta leyti. Hérna, Steinar og Jón í skífunni ná svona yfirráðum á plötumarkanum og fara að gera alls konar nýja músík. Óli Laufdal með Hollywood og svo styttist í Rás 2 og útvarpsstöðvarnar og ekki Gulli í Garnabæ og Don Cano gallarnir og allt þetta, sko. Jú. Og það einhvern veginn, það dálítið ný kynslóð þarna, Beatla-kynslóðin nær dálítið svona völdum á dægurmenningin á Íslandi, sko. Það var rosa gróska í gangi. Rosa mikið að gerast, sko. Mikið að gerast. Já, ég man líka eftir að hafa verið á bóstónleikum, sko, í Háskólabíó þar sem að Messofortir voru að koma heim eftir að hafa sigrað heiminn. Já. Og sitja þar einhvern veginn í fullum sal í Háskólabíó og horfa á hljómsveit á heimsmæli bara. Og hérna, en svo á sama tíma, svo punkið. Já. Og allir sá pakki. Og allir sá pakki, sko. Ég aðeins svo ungur til þess að vera á kafi í því, en ég næ svona í restina af því. Og hérna, ég náði alveg að sjá Þeysarana 2 og 3 að spila. Ég náði aldrei að sjá Purkin fyrir bara núna síðustu helgi. Já, þeir voru að spila. Þeir voru að spila núna. En maður lá í þessum plötum, sko. Og... Fórstu í gamannapunkið? Plans og Strangles og þetta? Já, ég hugsa það nú framan af, sko. Maður var voða mikið bara í því sem að Grammi bauð mann upp á. Það var bara áskriftarskoðunum hjá Gramminu, dálítið, sko. Og hérna, en svo færðist ég nú dálítið hratt yfir í meiri... Sko, þegar ég loksins verður rebel, þá verður það dálítið alla leið, sko. Og þá fer maður dálítið í yktari endan á músíkinni. Hvað á þá? Hérna, bara í industrial músíkina og Psychic TV og bara alls konar garg. Og svo þegar ég er aftur í Ameríku aðeins seinna, 85 og 6, þá næ ég líka sambandi við ameríska hardcoreið. Þá var maður tónleikum með Black Flag og þessum bandum, sko. Er það þungmálmál? Já, það nú eiginlega svona hardcore punk, sko. En það þessi sena sem að þróast síðan upp í, ég veit ekki hvað. Bæði Beastie Boys og Red Hot Chili Peppers eru upp úr þessu. Já. Og hérna Nirvana og hvað, sko. Já, þetta sápakki. Sápakki, þetta var náttúrulega harðari heldur en ennska pakki, sko. En hvað varst að gera að þér þarna í 80s? Þarna þetta orðin hvað, 12 ára? Alltaf framan að verða náttúrulega bara kemur heim, maður bara í gagnfræðaskóla. Og ég hugsa stundum það seinna að ég byrja, að því ég var læs í kennslu Ameríku, þá var mér einhvern veginn potað upp bekk. Þannig ég var alltaf ára á undan og fæddur í nóvember. Þannig að ég var næstu í 2 árum yngri heldur en sumir bekkjarfélagar. Og það sem það gerði var að maður, sko, annars vegar var maður oft höfðinu lægri, sem þýddi að maður var ekki í neinum íþróttum,
Það var bara ekkert í boði. Var ekki boðið eða þú engan áhuga? Já, bæði hafði maður kannski minni áhuga en maður þetta gat ekki neitt. Því maður var alltaf bara miklu minni og helmingi léttari heldur en allir hinir, sko. Og og hitt að maður þurfti kannski aðeins að berjast fyrir því að fá að vera með, sko. Og maður grætti aðeins á því, held ég. Af því ég var alveg tendens í eðli mínu ég í raun og veru mjög feiminn. Já, í eðli mínu ég mjög feiminn og svona tilbaka. Þannig að maður þurfti að taka á sínum stóra til þess að láta að sig kveða og fá að vera með. En þú ekki birst samfélaginu karakter sem tilbaka, þú mjög áberandi gegn því. Já, það kannski bara mín eigin þerapía, sko, að reyna að aðra sjálfum mér til þess að vera ekki alveg eins og kannski eðlið getur verið. En svo klárar gaggó? Já, svo maður í gaggó og það náttúrulega bara alltaf stórt tímabil í lífi fólk, sko. Og ég svo heppinn í Hafnarfirði, ég í Suðurbænum og Suðurbærin var svo mikið suðupottur og svo sérstakt hverfi að það var alls konar fólk, sko, þegar ég að bera út mokkan á þessum tíma og kemur maður inn í hverja einustu íbúð að rukka og á tímabilið voru 2 ráðherrar sem bjuggu í hverfinu. Þú veist, nokkrir á skattakóngum Reykjanesumdæmis eða hvað það hét, en líka alveg bara mjög fátækt fólk og fólk bara svona vandræðaheimili og þetta allt saman, sko, fólki sem líka í skólanum, veist, þetta svo mikill suðupottur og það var mjög, það gerði það verkum, þetta var mjög svona lifandi víbrant uppeldi á þessum árum. Ég mjög heppinn að eignast góða vini og ég slysast inn í músík fyrir sem þetta að æfa í skóla lúðrasveit. Já, vel gert. Og spilaði lengi á Júfóníum heitir það. Júfóníum, það heitir á íslensku, hvað heitir það? Fagur gali, nei eitthvað. Ég kem alveg að vita. Þetta svona stórt hot sem eiginlega þetta brass. Þetta brass, þetta eins og aðeins minna en túba. Já. Og var þarna í nokkur ár á kafi í þessu og við félagarnir nokkurir. Héldum við að vera að spila jazz og vorum bara látnir spila lúðrasveit massa. Og það var náttúrulega kenndi manni líka, það var maður líka í tónfræði. Var í tónfræði hjá Magga Kjartans. Magga Kjartans? Okkar eina. Eina? Já. Og alveg ógleymanlegt þegar Maggi mætti eftir að hafa eitt sumrinu með Björga Halldórs í Sovétríkjunum. Í svakalega þröngum, rauðum leðurbuxum sem hann hafði eignast einhvers staðar í Sovétríkjunum. Og við krakkarnir einhvern veginn í tónfræði hjá kallinum. Það var ekki alveg að ná saman. Hann kannski púlabuxurnar í fátæk. Já, algjörlega. Já. En þetta svona til samans gerir það að verkum að það er svona eðlilegt síðan að byrja að dutta í músík með félögunum. Og það gerir svona dálítið í Flensborg að þá erum við farin að spila saman og ég svona stundum að spila en það oft ég var ekki það góður hljóðfæraleikari og ekki. Þannig að þá endar maður alltaf við að gera eitthvað annað. En þú frontmaður alltaf, sem ég sé til því. Já, maður endar í því að maður ekki nógu góður á hitt, sko. Þá maður frontmaður. Það ein leið til þess að vera það, sko. Og svo þegar þú ert orðinn frontmaður, þá verður þú líka að díla við það og vera þá almennilegur frontmaður. Já, fyrst maður að því, sko. En þetta var svona líka hluti af því að maður var svo spenntur bara fyrir þessari senu og fyrir músíkinu og fyrir að skilja hvernig það virkar. Hvað fóruð þið að spila fyrst? Hvar voruð þið? Voruð þið jazzarar? Já, nei, sko þetta... Cover? Ég náði því aldrei og ég þakka stundu fyrir að vera ekki betur söngvar en ég sko. Að ég held ég að spila einu sveitaball ævina, sko. Ok. En og var ekki aldrei í svona coverstússi eða hvað. En það var náttúrulega líka að við vorum skilgetin afkvæmi Einars Arnar, sko. Það ekki það sem þú getur og það sem þú gerir og þetta var að spila frumsamið efni og þessi íslenska pálkbyggja var svo mikið do it yourself. Heimspekin, sko. En fyrsta hljómsveit sem var svona skýrð var hljómsveit sem við Bjössi Blöndal þá í Flensborg. Og Árni Arnarsson, gítarleikari sem hefur verið víða en núna tónlistarstjóri í Fríkirkjunni í Hafnarfirði. Verið mikið í söng, kórastúrs og svona.
Rúnar Óskarsson sem hérna faguleikari Sinfóníunnar og mjög vel mannað. Þetta alveg bara... Og við vorum með svona fáita þjóðlega hljómsveitina Gáfnaljósin frá Hafnarfirði sem sungum einhverja svona sniðuga texta og tókum þátt í vísnavinnakeppni framhaldsskólanna sem var haldin í MH. Hvernig gekk? 1986-87 og við fengum sérstök búningaverðlaun. Svona til þess að vera með. Ég held að við höfum verið eina hljómsveitin sem hefði annars ekki fengið verðlaun. Og og fengum innegn í plötubúð Steinars. Fórum allir og keyptum U2 ef ég menni ekki. En námið, fórstu lengra með námið? Nei, eiginlega ekki. Ég átti auðvelt með nám og hafði lítið fyrir því og líka þetta rokk á milli kerfana sko, vera ýmist í Ameríku eða heima og stundum var maður að missa af. Til dæmis lærði aldrei íslenska málfræði af því að og eiginlega ekki enska heldur. Og svo verðum við bara að segja alveg eins og við að skólaleiðin fór dálítið með mig bara frá frekar unga aldri. Þannig að ég var alltaf dálítið að afplána. Sittið af þér. Alveg eins og ég var að sitja á mér æskuna einhvern veginn. Ég var alltaf bara að bíða eftir ég virkilega verið búinn og geta að fara að gera eitthvað annað sko. Og ég þarna í 2 ár í Flensborg áður en ég fer aftur út og klára úti og kem heim og hann var skráð mig í Flensborg tek 1 ár í viðbót. Til að fá húuna? Til að reyna, já, bara ég veit ekki sennilega það manni dætti ekki betur í hug. Og svo sem kennarabarn og svona, þannig að það kannski maður svona ítt aðeins áfram, sko. En og þá ég byrjaður og það gaman í skólanum af því að maður svo mikið í félagslífinu og maður með þessum vinum að gera músík og svona. Og einhvern tíma var ég að hugsa sko, hvað það sem ég geti mest, hvað langar mig til þess að gera? Og það var eiginlega tvennt. Það var annars vegar að fá að vinna í bókabúð, þar sem ég getur verið innan bækur og lesið bækur, og hins vegar verið í hljómsveit. Og svo elti ég auglýsingu í DFF, eitthvað sumarið, starf í erlendudeildinni í Eymundsson í Östursæti. Fæ það starf og var nú að hugsa með það að ég myndi þá bara vinna sumarið og svo myndi ég bara segja upp. En svo átti ég mér náttúrulega á því og var kominn, þá vorum við búin að stofna Ham. Og þá var ég eiginlega búinn að afreka allt sem ég vildi í lífinu, verið hljómsveit og vinna í bókabúð. Þannig að þá hætti ég í skólanum, ég skuldi ennþá 8 einingar í Flensborg. Til að fá húfuna? Til að fá húfuna, já. Ætlarðu að klára þetta? Ég hef ekki fundið hvatan ennþá. Nei. Og ég segi stundum sko, ég hef ekki heldur fundið fæið mitt sem ég langar til þess að læra. Eitthvað lengra. En tónlist og bækur náttúrulega... Já, og ég algjört nörd sko, ég alveg alltaf á kafi alls konar einhverjum spekulásum og pælingum, en það aldrei nógu mikil einstefna til þess að ég geti hugsað mér að hætta að pæla í öllu hinu. Já, ég skilur. Þannig ég ennþá bara að bíða eftir því að vita hvað. En þá hringtorkinu? Ennþá að bíða eftir að vita hvað ég ætla að verða, sko. Þú ert alveg stór. Já. En þarna, þú vinnur í Eymundsson og þið stofnið Ham. Nú erum við komin í hvaða ár? Sko, þetta þarna 86 og 7. Já, Ham stofnað svona snemma? Já, þetta svona þetta 87 í raun og veru, sko. Og þá erum við búin að vera að spila saman í Hafnarfirði. Og við erum fann að kynnast öðrum hópum í Reykjavík og í Kópavogi sem voru strákar allt saman sem voru að hlusta á svipaða músík. Því 80s var svo tvískipt. Þarna 80s var fáránlegt og sítt af aftan og einhvern veginn Ég horfði strax á háttvirtan tæknistjóran með múlletinn sinn. Nákvæmlega. Já, þetta kemur allt aftur, sko. En það var þetta og gallarnir og milletúrpurnar og það var svona kannski mainstreamið. Duran og Vam. En það var annarkort? Já, jú, ég veit það ekki. Það var alltaf sett þannig, sko. Já. En svo voru þarna hinir sem voru indie. Indie-rockarnir. Og maður var dálítið í þeim enda og þá lagði maður algjörlega 5 á hitt
Já, annarkvort eða. Þú hlustaðir ekki bæði á Rixu og Sigurmáluna. Það var annarkvort, sko. Og það var ekki annarkvort Bubbi eða, þú veist, það var ekki bæði Bubbi eða, og Rúni Júl. Þetta var það, þú veist, annarkvort. Og svo komu svona aðrir kimar eins og metalið sem var líka, þú hlustaði bara á metal, þá varstu ekkert að hlusta neitt helviti disco. Nákvæmlega. Og kimarnir kannski áttu það sameiginlegt að vera á móti mainstreaminu, þannig að það var svona kannski meira flott þar á milli, sko. Varst að sækja þann pakka, svona reppillin í þér að vera á skjön svolítið? Algjörlega, sko, ef eitthvað var nógu vinsælt. Ég skil ekki ennþá hvernig ég kann til dæmis öll þessi Michael Jackson lög svona utan að, af því þegar hann var að spila þá þoldi maður hann ekki. Nei, og þetta fyrirleit allt þetta helvítis pop og allt þetta þessa 80s slagara og svona, sko. Af því þetta var bara ekki nógu indie og ekki nógu spes, ekki mikið Nick Cave. Nei, þú veist. Ekki nógu þungið. Eða eitthvað, já. Og ekki nógu miklu stælar og eitthvað. Nei, en þannig að maður fyrir að kynnast karakterum úr öðrum skólum og úr öðrum hverfum sem eru í svipuðum pælingum, sko. Veist, þetta er alltaf sömu 200 sem mættu að tónleika í Casablanca og maður bara, þetta er furðulegur stór maður þarna. Og þá var það Sigurjón Kjartan sem ég kynnist þarna í gegnum og svo þekkir einhver maður einhvern og einhverju frændi einhvers. Litla Ísland. Og hann var í raun og veru samruni tveggja svona tónlistaklíka úr Kópavoginum annars vegar og Hafnarfirðinum hins vegar. Sigurjón. Og við Sigurjón, þegar við kynntumst, við vorum svo lásum sömu greinarnar í Melodymekjur og gátum talað svo mikið saman um allt svona. Þannig að við ákváðum mjög snemma að verða listbræður og ætluðum að gera hryllingsmyndir saman og byrjuðum að skrifa handritið af Álfarsmenguðu djöflunum. Sem var strax þýtt sem The Contaminated Devils of Alunium sem var mynd mjög vonda sígauna sem að búa í bílakirkjugarði beint á móti álverinu í Hafnarfirði. Og þetta var svona innblásið af Hammer horrormyndunum og svona þessum, hvað kallum við þetta, svona lélugu bíamyndum, sko. Og svo vorum við byrjaðir að taka þessa mynd á Super 8 þegar það gekk svo illa að fá þessa vini og kunningi okkar til þess að mæta í tökur og laugardagsmótnum og eitthvað svona. Þannig að við fórum að eyða meira púðri í að semja músíkina sem að yrði við myndina þegar sem átti að passa við myndina. Já, þannig að við erum ennþá þar. Þannig ykkar samstarf byrjar á þessari hryllingsmynd? Já. Á þessu handriti sem fór alveg í tökur. Já. En svo leystist það upp út af lélegum sjálfboðaliðum. Já, ég hef ekki að segja það. Og kannski svona ákveðinni vangetu til þess að búa til bíómyndir í fullri lengd. Áttu handritið þá? Ég á handritið er til og það er stórkostlegt handrit og það eru til einhverjar mínútur af Super 8 filmum. Þar sem má til dæmis sjá ungan Jón Gnarr að reyna að leika enskan Lávarð sem að villist í bílakirkjugarði. Og ég held að hafi verið leikið atriði þar sem hann hittir sígaunafóringjann Varata sem að Sigurjón lék með skógultönnurnar sínar fyrirnefndi og atriði þar sem hann þekur Lávarðinn, rífur hann til sín og rekur hann rembingskoss, djúpan koss og þegar hann sleppur hann og þá segir Lávarðinn svei, ég er nú ekki vanur þessu. Að drama í þessu? Já, en þannig erum við náttúrulega bara komnir í eitthvað svaka skemmtilegan heim, sko. Bara búum í Reykjavík þar sem allt má einhvern veginn og allt er hægt og það er að fá alls konar lánað og ekkert bannað og allir af maður þekkti alla í árgangnum sínum einhvern veginn og svo bara fæðist þessi músík einhvern veginn strax. Það var einhvern veginn, ég hef oft sagt það hérna í þættinum að það Reykjavík var svo lítil, eða semst höfuðborgarsvæðið var svo lítil einhvern veginn í þá daga. Maður var alltaf að labba fram með sama fólkinu, bara Laugaveginum, ég bjó alltaf í miðbænum, sko. Maður var einhvern veginn heilsað öllum en þekkti engan, sko. Nei, algjörlega og svo náttúrulega fer maður sko að hanga á, við vorum mikið á Hressó og Hressó er svona dálítið heitur staður þarna á þessum tíma
og það hitti maður bara og kynnist alls konar fólki, maður hitti Sjón marga daga vikunar skilur og alls konar, maður fyrir að kynnast fólki bara í gegnum þetta, svo hangir maður í gramminu eða í bókabúðinni og þar hitti maður einhverja aðra skilur maður var hérna málkunnur hérna Einar Erni og einhverjum hetjum sko, löngu áður en að maður kynnist fólki sko og svo svo auðvelt að fá lánaða það, þú stofnar hljómsveit, en þú átti ekki gítarmættan og þá færðu bara lánaðan gítarmættan hjá einhverjum. Já, og maður fór upp á Stöð 2 og lappaði út með milljóna kamera láni í gamla daga. Ég segi það nú ekki kannski alveg hérna með. Já, nákvæmlega. Og sama með, við vorum líka heppnir náttúrulega að sko, við komum þarna inn akkurat á réttum tíma að íslenska indíið eða punkið eða hvað hafi svona dálítið dáið út þarna 84-85 eða hvað sko og Björk og Sigtryggur og Einar fara í Kuklið sem langdvölum í útlandum og það kannski helst Gunni Hjálmars og S.A. Draumur sem svona dálítið að spila og Freflarnir ennþá að spila og þeir enn að spila og við komum þarna aðeins inn þegar að þessi sena aftur aðeins að lifna við og smekkleysa orðin að veruleika með sykumóðunum og þá voru tónleikar í Dúshús sem var pínulítill salur í Fiskersundinu 2-3 kvöld í viku þannig að það var alveg tróðfullt það þurfti ekki nema 80 manns til þess að fylla sko ef maður seldi 120 miða þá vissum maður einhverju höfðu verið fyrir utan sko maður getur alltaf sagt fyrir fullum sal í gær fullum sal já en það var ógeðslega gaman og voru 5 hljómsveitar að spila og ungskáld að flytja ljóð á milli og svo gerist það þarna að maður nær þessu að fara úr átíðarsnum og fara upp á svið líka sko þú svona eins og ég heyri það eftir svona jaðarmenningarlega í þessu almennt held ég sko já. Og það rosalegu pendull í þessu ég veit ekki alveg hvað það sko hvað það? Ég veit ekki hvort það einhver mótþrói sko það örugglega blanda mótþróa sko og það að kannski það að hafa verið sko svona lítill í bekknum alltaf að maður veit að maður verður aldrei jafn stór og stóru strákarnir þannig að maður verður að finna sér einhverja leið til þess að vera sneddi og kvikk sko og þessi blanda af þessu og líka bara hitt að manni finnst einhvern veginn gaman að vera spes og manni finnst gaman að ganga eins lengra og ögra aðeins því sem í gangi Gildandi norðan. Já, og maður heillast dálítið af því, það alveg ennþá í mér, ég heillast ennþá af því sem svona ýktara eða meira á skjön. Og bara hvort sem það í bókmenntum eða í bíó eða í pólitík, skilur við. Fylgdi þessi rebellir alveg inn í fullorðinsár? Mér finnst ég aldrei hafa breyst, sko. Nei. En, þú veist, feimnistrákurinn líka, hann alveg í jakka sko og þú veist, það ekkert alveg á útopnu sko og ef ég að sparka í hluti á almannafæri þá það svona frekar laust spark sko en þessi rebell að vera aðeins allavega, hvað maður segja á skjön já, líka að vera gagnrýnin á það sem viðtekið og gagnrýnin á það sem sagt að sé sjálfsagt og svona eigi hlutir að vera. Og það líka held ég að einhverju leyti komið frá því að mér leiði svo opbáslega þegar að svona stöðnun og hún fer alveg einstaklega í taugarnar með einhvern veginn og maður vill alltaf sjá hluti á einhverju hreyfingu. Nákvæmlega. Og það var auðvelt að vera nostalgískur út af hinn og þessu og það var nostalgí að fara og sjá Purk Pilnik spila lögin sko en ef þeir væri búin að vera að gera það allan tíman þá væri það orðið dálítið þreytt en það mjög fróðlegt að sjá það koma tilbaka og geta það sko og púlla það sko já. En þú sést í bókabúðinni sem ungu maður já. Og hann verður til hvað metallinn partur af þessari uppreisn? Já, sko, metallinn var aðeins á kantinum hjá okkur. Og
ég hugsa að þegar við erum svona mest á kafi þarna og erum að byrja að stofna hljómsveitina þá erum við að hlusta á þessa ensku og amerísku indie-bylgjur, industrial músíkina, maður hlusta á band eins og Laibach, Swans, jafnvel Pixies og hérna. Og þessi band, það tengist síðan að vera líka mikið að hlusta á bara Pistols og Damned og Ramones alltaf. Og hérna, og Stooges voru rosa mikið dæmi fyrir okkur. Og þá ertu líka farin að blandast inn í metal heiminn og kannski sérstaklega svona þegar að þessi extreme metal fyrir að koma svona seinni hlutan 80s. Thrashið og fyrir mér var mjög stórt band af Celtic Frost, svisslendingarnir. Mandi þína? Já, sem að voru rosalega þungir og hægir og munurinn á þeim og Swans var kannski ekkert ofsalega mikið nema Swans voru listamenn frá New York og þeir voru alltaf í jakkafötum eða í bólum og meðan að Celtic Frost og þungar okkar í leðri en músíkin var nú kannski á svipaðan hátt. Og hérna og þannig að metallinn fer alltaf það er þessi kraftur í metallum og þessari extreme indie-músík sem að svona blandast og þegar við erum byrjað að spila í ham þá verðum við hægt og rólega rosalega uppteknir af metal þarna á fyrstu ári. Við erum að hlusta mikið á alls konar bönd eins og Cult og líka gömlu böndin Judas Priest, ég man eftir að Judas Priest var eitt af þessum böndur sem að maður sá spila 85 eða eitthvað svoleiðis út í Ameríku. Sástu þá? Það var alveg magnað sko. Ég trúi því. Og hérna þó maður væri kannski meira að velta Cure og Black Flag og einhver önnur band sko. Það er svona gaman að deildina. Já. Og hérna, en það var bara einhver power í metalna. Og líka að hlutir væru smá hættulegir. Ég veit að það hafi námanni sko. Já, og ekki alveg mainstream. Metallinn hefur svona... Nei. Hann er svolítið jaðar, hann er svolítið fuck system allt saman sko. Já, og þetta er dálítið fyndið af því að maður er sko rosa upptekinn af því og það sem að verður ég meina, það var nú eitt af því sem að var svo sterkt í þessu banki, það var no sellout. No sellout. Og það bara, já, ekki sellout sko. Já. Allir elskuðu síkumólana, þeir selluðu ekki át með því að sæna á eitthvað rísa. Og hérna, svo kom einhver og sellaði át og gáði nákvæmlega eins plötur og það var bara svona, og varð vinsæll og það bara svona, sellout. Og hérna meiri segja þegar hann Nirvana meikaða einhvern veginn og eiga stærsta lag í sögunni þá var maður bara svona, já þetta lag er nú ekki alveg nógu hart. Hvað er þessi róli í kafla að gera þarna? Svo það var alltaf þannig, Big Black hefði aldrei verið svona rólegan kafla sko. Þetta er alltaf fyllt þessu, ég man að þú segir það. Einhver fór í sellout. Já, og svo náttúrulega lendum við alltaf í því sko. Því að við erum svo mikið að vinna með sykumórunum og þeim hóp og hluti af því er að vera með honum Skara í að gera bíómyndina Sódóma Reykjavík. Skari Skrýbó sko. Óskar Jónsson. Já, og við vorum búin að kynnast Skara sko löngu áður þegar hann var út í London eða þá. Þegar við vorum að við túruðum stundum sem svona uppbytunarhljómsveit fyrir sykumóruna eftir að þau voru búin að meika það. Þau voru á fínni rútu að keyra á milli stóru staðina og við vorum á svona litlum van að elta þau einhvers staðar og spila svona með að fólk var að koma inn í salinn. Og þá var það stundum sem að Óskar kom með okkur sko, og var bílstjóri með okkur og svona sko. Og svo gerir hann þessa mynd og það er rosa sena, allir einhvern veginn svona involved og rosa gaman. Þetta er alltaf eins og að vera í ferðalagi með öllum bestu vinum sínum sko. Og svo mynd verður svo vinsæl síðan. Allt í henni erum við með vinsæl lög og erum farin að heyrast í útvarp og eitthvað. Og ég held að það hafi haft svona dálítil áhrif á indie hjartað. Við áttum dálítið þetta var mjög erfitt að átta sig á því. Erum við aldrei sellout þá eða var eitthvað sem við gerðum? En talandi þessa bíómynd, Sódóma Reykjavík, þetta er kalt mynd í dag. Algjörlega, sko. En hún bara stendur. Já,
En við förum þarna, þetta svona 5 ára tímabil sem að hann rosalega virkt og við gefum virk sko og við gefum allt í þetta. Við bara lifum fyrir það, við mætum í vinnuna bara til þess að þú veist, fá laun til þess að borga tapið af hljómsveitinni líka við og vorum rosalega mikið að elta tækifærin sem við fengum í kjölfar sykurmálana að spila í útlöndum. Það var svona vonin að komast eitthvað víðar og fá að spila fyrir fleiri en 80 sko. Og svo 93 þá göngum við alla leið og förum út og erum í einhverja mánuði út í New York og komum með töluvert af samböndum í þá New York senuna og erum að djöflast við að hanga þarna á horriminni og spila á CBGBs og hvað og sem sagt náum ekki að sella át eða einhvern veginn náum ekki máli og komum tilbaka bara með skuldir á bakinu og þá var eiginlega já, algjörlega og þá var ekkert annað þá eiginlega höfum við vit á því að þá ættum við bara að hætta, bara loka hljómsveitinni sko. Þannig að sumarið 94 þá héldum við mjög formlega loka tónleikaham í túnlinu sem það var og þeir voru rosalega vinsælir af því að sótum við vinsælina voru farnar að kikka inn og selja á þeir sko en okkur tókst að hætta áður en við seljuðum mat. Þið eigið lög sem eru klassísk. Já. Ég átti einu útvarpsstöð sem ég bara fyrir Reykjavík. Já. Og þið áttu nokkur lög á playlistan. Já. Í þeirri sinu. Já, og sérstaklega eftir á. Við segjum stundum sko það er svona grínið í hljómsveitinni er að borga sig að markaðssetja eftir á. Af því að við erum að hætta þarna sko af því að 94 af því að allt selláti klikkaði og við vorum bara komnir í skuldir og þetta var bara allir staðir eins og við gáttum að spila og voru brunnir eða eitthvað og við vorum ekki með æfingahúsnæði á tímabili gáttum við ekki æfta því að við vorum með æfingahúsnæði með Freflunum og Stebbi Káli trommari var með búslóðuna sína þar og hluta búslóðuna var sem sagt háar páfakökur sem var alveg vitlaus ef við reyndum að æfa skilur, þetta var orðið svona frekar svona sjúskaf. Þú sem bókarmaður var alveg handrit í þessu. Já, þetta var mjög eftirminnilegt og en svo þegar við höfum vitað við hætta áður en að við erum orðin óvinir og urðum svo miklu vinir eftir að við vorum lausir við þessa þörf á því að meika það sko og þá fyrst förum við að semja alls konar músík og við vinnum miklu meira saman. Við Sigurjón og við allir í ham og Jón Gnarr vinnur okkar og þessi hópur sko og þá þetta kalt í kringu sótum líka farið að byggjast upp og ég segi það sem að gerði ham í raun og veru að sótuma var offramleitt á FAS-bólum sem voru síðan gefin með pulsupökkum sem þýddi að það var bara heil kynslóð af krökkum sem var alveg uppið að horfa á sótuma aftur og aftur og svo sko nokkrum árum seinna, 2001 þá erum við búin að vera í alls konar einhverju stússi og reyna að gera bíómyndir og Sigurjón orðinn skemmtikraftur og svo framvegis að þá komst að stað sá kvittur að Rammstein væri meira og meina eitthvað tengt ham eða Rammstein væri að stæla ham og þegar það var samið að Rammstein kemur til Íslands þá var ekki tekið annað í mál en að við myndum koma aftur saman til þess að hita upp sem við létum tilleiðast að gera. Ég held ég að séð eitthvað þá. Já, það var mjög eftirminnilegt sko. Þá allt í einu komum við frá því að spila fyrir 80 manns og hætta út á skuldum og innvíkjaskap. Og págum. Já, ég verið að standa, þú veist, á sviði í Laugardalshöll þar sem að bara pulsupakkar, skilur við. Og eftir það fórum við svona dálítið að revisitera hvaða pælingar við höfum verið í og höfum svona verið meira og minna starfandi síðan 2006, síðan þá. Og við erum alveg með það að tæra, við erum alltaf að vera betur og betur, sko, við erum loksins að vera dálítið góðir. Og við erum að semja betri músík. 30 árum síðar. 30 árum síðar, sko. Þið eru alveg með þetta, bara án gríns. Já. En ég fylgst með ykkur alveg. Já, við erum voðalega bara glaðir, sko. Flottir. Já. En þú og Sigurjón, semst eru upphafsmenn að þessu, svo kom aðrir inn í bandið. Er þetta original setupið eins og það í dag? Það miklu leyti, sko. Það raun og veru að ég og Bjössi, sko, Björn Blöndal, sem erum saman í Flensborg.
hann bassaleikari og var þá rosalegur svona hérna. Hann ekki borgarráð eða einhvers staðar? Já, hann var það síðan. Hérna og var aðstoðarmaður Jóns Knarr í hérna borgarstjóra. Og hann var dálítið meira í svona proppmúsík og svona dálítið með hérna með svona blásið hárið og bassan hérna uppi sko. Hann má ekki. En það var dálítið lamið úr honum hratt sko. Þannig að við erum dálítið hópur þarna annars vegar sko. Og svo Sigurjón og hans félagar úr Kópavoginum hins vegar. Já, pönkbænum. Úr pönkbænum sko. Og þeir eru allir aldur upp með einhvern veginn bara Sigurjón og síðan sko uppalega frá Ísafirði. En hérna pönkið í Kópavoginum á þessum tíma, þetta bara skilgetin afkvæmi sko Þeysaranna og Freflana og eldri, þetta eru yngri bræður Þeysaranna og Freflana sem eru í þessari senu. Og við Bjössi og Sigurjón erum sko í fyrstu útgáfuna af Ham og svo Ævar Ísberg með okkur trommari úr Kópavoginum. Hann hætti fljótlega og hefur nú ekki verið mikið í músík síðan. En þetta hefur verið svona dálítið. Við þrír erum búin að vera þarna allan tíman og svo fengum við Flosa með okkur sem var hann var á bassa en við fengum hann á gítara þegar við vorum með bassaleikara og hérna og fengum hann á gítar og það nú þetta hluti af hans sjarma sem gítarleikari að hann í grunnum bassaleikari og mjög hérna grófur og flottur gítarleikari sko og hérna og svo erum við köllum hann nýja strákinn Addi trommari sem byrjaði sko 1990. Hann nýjistrákurinn. Hann nýjistrákurinn sko. Og þetta hefur verið hópurinn nema það að Jói hérna Daisy eins og við köllum hann Jóhann Jóhannsson var með okkur þarna í nokkur ár. En hvað með þessu öllu bókabúðin alltaf? Meir og minna maður alltaf þarna að vinna á daginn í bókabúðunum. Þannig að þú varst fjölda ára hjá Eymundsson? Já, ég var í einhverju mynd sko, ég var lengst af í mál og menningu. Mál og menningu alltaf? Já, og svo í mál og menningu hérna, svo ég svona, sem ég segi stundum á tímabilinu 2000 til 2010, þá var ég seldur eða sameinaður eða yfirtekinn, meir og minna í sama jobbinu, en vann hjá einum 10 kennatölum. Já, ok. En ég var í þessum bransa í 20 ár. Og hérna, það ekki fyrir en að ég hérna lendi í þessu rugli með Jóni Knarr að hérna að hann stofna bestaflokkinn og ég samþykki að vera á lista með honum. Hvernig kemur það til? Ég verð að fá að vita að besti flokkurinn. Sko við Jón erum búin að þekkja bara síðan við vorum 16-17 ára og vorum hérna mjög góðir saman þegar við vorum rosalega svona svipað smekk fyrir rugli og vittleysu gott bullað út í eitt sko og hérna og svo höfðu leiðir svona leið mikið saman eða sundur á tímabili ætlaði hann að vera alvarlegur rithöfundur og svona enfant terrible sko að semja svona rosalega hérna hneykstanlegar bækur kynlíf og ofbeldi og hörður ljóð og svona og þá var hann mikið að mæta með svona rakaðar hliðar að öskra textana sína sko sem uppbytunaratriði í hann og með að segja með okkur til Ameríku einu sinni og svona mínitúr Ham and Jón Knarr vel gert og hérna en svo þess á milli sérstaklega þegar þeir voru í þessu fólkvarðarstúsi þá kannski minnkaði sambandið en svo fær hann þessa hugmynd þarna eftir hrunið að bara einleið til þess að gera at í kerfinu en líka kannski að rétta það af var bara að fá utan fólk sem var ekki í pólitík inn í pólitíkina bara til þess að svona gefa rauða spjaldið. Byrjaði þetta sem brandari eða var þetta lagt á stað með þetta sem bara fara með þetta alltaf leið? Ég held að í alvörinu að það sé ekki alveg svona klýr lína og almennt ekki alveg svona klýr lína kannski á milli þess hvað alvara og hvað brandari sko. Þannig ég held að það megi kannski segja að það hafi verið brandari með svona smá meiningu á bakvið, kannski óhugsaðri líka. Svo þróast þetta mjög hratt. Sko 3 mánuðum fyrir kosningu eitthvað svoleiðis. Það héldum við blaðamannafundur að kynna listan. Það voru bara nokkur nöfn á listanum. Blaðamannafundurinn var haldinn í Smáralind sem sagt borgarstjórnarsmál. Og þá var til dæmis engin kona á listanum, þannig að ég
kynnti mig sem fulltrúa kvenlæra gilda því ég var með sítt hár. Það var algjört kjaftæði, sko. Og Jón var bara með einhverja tillögur það ætti að búa til svona 2 fyrir 1 fyrir bændur sem vildu koma í borgina og getur tekið með sér kindina sína á hótelin. Þetta var svona. Já. Og svo mánuði seinna þá erum við einhvern veginn farin að mæla með hreinan meirihluta í skoðanakönnunum. Og þá eru þetta nú á endanum ekki vitleysingar sem eru á bakvið þetta, þó þetta séu listamenn og svona furðufuglar. Og þá áttar maður sig að já, ok, ef einhver ætlar að kjósa okkur, þá verðum við nú að standa undir nafni, skilur. Þannig að ég sé svona viku fyrir kosningar, þá var þetta orðið svona frekar alvarlegt. Og þá vissum menn líka að þeir eru kannski að hætta í vinnunni og þeir eru bara uppteknir í þessu. En tæmingin á þessu var líka rosa góð. Þetta eftir hrun. Já. Fólk var þreytt og pirrað og ég held mér sem ég var góðsið ykkur og það var allir búin að fá nóg af kassónum sem voru búin að ráða öllu og keyrið í þrótt. Og búin að setja allt einhvern veginn í rugl, sko. Já. Og fólk var bara orðið dálítið leitt á því. Það náttúrulega líka þessi sterka tilfinning hjá svo mörgu fólki að það ekkert ofsalega gaman að vera endalaust sagt hvað maður eigi að gera og hvað maður eigi að finnast alla hluti, sko. Nákvæmlega. Og ég held að gleymi stundum, sko, hjá okkur að því nú ég mjög meðvitaður mína forréttindastöðu bara í samfélaginu almennt en líka bara sem, þú veist, heilbrigður hvítur karlmaður á miðjum aldri, skilur að skilja ekkert í því hvað fólk að væla einhvern veginn, sko. En það auðvitað stór hluti af samfélaginu sem að upplifi sig ekki með privilege og bara hundleitt á því að vera endalaust sagt hvað þeim eigi að finnast alla hluti. Og og þetta dálítið sagan keisarann í engum fötum, sko. Og það þýðir ekki hvað sem keisarinn, sko, rembist við að segja fólki að það eigi að trúa því að það sé í flottum fötum, sko, þá það þetta þannig. Nei, nákvæmlega. Og en yfirleitt þá gerist þetta svona, hvað maður að segja, þá verður þetta ekki að breytingum. Þannig að fólk bara sætti sig við að það þurfi að keyra undir hámarkshraða, skilurðu, sem kannski ágætt líka. Já. Svona upp á reglu og svo framvegis. En þegar að kerfið komið í svona mikið rugl, sko, eins og pólitíkin og allt einhvern veginn þetta eftir hrunið, að þá koma tækifæri til svona, já, ok, reynum þá að hugsa þetta eitthvað eins og öðruvísi. Það var mjög interessant og mikið reynsla að fá það tækifæri að vera eitthvað en allt í það hafa eitthvað að gera, sko. En viku fyrir kosninga þá svona upp og sí, við þurfum að taka þetta alvarlega. Eiginlega, sko. Það var svona, ég held að þetta algjörlega snillingar. Já, þú veist, þetta var ekki mjög planað, skal ég segja. Nei, en fólki var með ykkur. Já, það var mjög, eins og ég segi, alltaf ekki verið 2 vikum fyrir kosninga sem að það bara fyrirsögn á blöðunum ný skoðanakönnun besti flokkurinn með meirihluta í borginni. Og þá man ég að við Bjössi og Jón skiptum á milli okkar þeim sem voru á listanum og hringdum út til að minna fólk að þið væru á listanum og segja einhverju, já, þú veist að miðað við skoðanakönnun þá ertu voruð borgarfulltrúi. Ha! Og svona, skilur við. Já. Og þurftum bara að þetta mjög hratt að átta okkur á því, ok, þú veist, ekki það, þetta var náttúrulega svo sem búin að vera að þróast í aðdragandi kosningarna, sko. Og svo bara allt í einu nokkrum vikum eftir kosningar, eða 10 dögum eftir kosningar, þá erum við allt í einu Jón orðinn borgarstjóri og við bara komin inn í ráðhúsið einhvern veginn og búið að loka á eftir okkur og þurftum bara að fara að vinna með starfsfólki borgarinnar að því sem eru verið að gera þar. Hvernig var það? Það var svona 1-2 masterskráður, sko. Og það var rosa, sko, ég náttúrulega nörd, þannig að ég var það bara alveg ótrúlega spennandi. Fórstu alveg að bólakaf? Ég var bara allt í einu komin inn, þú veist, á fundi í fræðsluráði skólamál og bara, þá verður maður bara svolítið að kynna sér það mjög hratt og reyna að átta sig á bara bæði hvað að gera og hvernig, þú veist. Voru engin andköf, veist, þú voru allt í einu komin inn með allt þetta? Ekkert svona opp og sí, fór enginn á klósett með bréfpoka anda og... Jú, örugglega eitthvað, en ekki þannig að það væri neins sprenging, sko. Nei.
og það voru allir einhvern veginn með að við erum, þú veist, þetta alltaf rétt, þetta bara svona. Þetta var tekið alvarlega, sko. Já, þetta bara eins og einhver rétt í smábarn úti á götu, sko, þú missir það ekkert. Og við lendum dálítið í þessari stöðu, sko. Og við erum mjög samheldin líka á hópurinn, við náttúrulega komum öll inn bara á sömu forsendum, ekkert okkar hafði neina reynslu af pólitík eða og mjög margir hafði bara ekkert pælt í pólitík áður, sko. Hvað þó að menn vissu eitthvað rekstur leikskóla eða orkuveitunar eða eitthvað, skilurðu. Fannst þér þetta gaman? Ég veist þetta alveg, sko, meðan á því stóð, þá fannst mér þetta stundum alveg, sko, bara svona skelfing, skilurðu. Stundum var þetta bara svona, hvar erum við stödd, sko. Aldrei bröðpókin? Já, alveg, sko. En leið, sko, þú ertu bara í þessu. Og mér fannst þetta alveg rosalega gaman að koma mér, þessi nörd, að koma mér inn í, læra á það hvernig hlutir að virka, læra hvað þarf. Og bara læra á það bara á svona hluti í samfélaginu. Maður hugsa ekkert það þegar maður gengur í skóla. Bara, þetta er heil maskína, sko. Þetta er heil maskína og þetta er rosalegt kerfi. Og það er líka auðvelt að gefa skipar í kerfið og kerfin eru öll ömuleg, en leið eru kerfin, þú veist, það eru kerfi á baku þetta allt saman sem við erum að njóta, þú veist, það er rafmagn í ljósanum og skólinn er líka mjög flókið kerfi og þá er þetta kannski fyrir að vera spurningi að fyrst að ég hef tækifæri og bera ábyrgð, hvernig get ég láta þetta kerfi að virka betur. Mér finnst það mjög fróðlegt. Mættið þið andstöðu í borgarkerfinu þegar þið komið inn? Ekki myndi ég segja það. Nei? Ég ætla bara að leyfa mér að segja það að það kom okkur á óvart hvað okkur var vel tekið og hvað fólk gaf okkur mikinn sens á því að átta okkur á hlutum og við vorum líka duglega að hlusta á sjónarmið bæði frá bara svona hvaða sem við gátum fengið þau, sko og ekki síst að hlusta á sérfræðingana og svona leyfa þeim að segja okkur hvernig hlutir væru eða gætu verið. Þannig að koma óvart hvað okkur var í raun og veru vel tekið, en við komum alltaf inn á þeim tíma líka að það var allt eiginlega í kalda kolinu í þessu samfélagi. Eftir hrunið. Og við erum kosin í borgarstjórn alltaf eftir þetta fáránlega kjörtímabil þar sem það voru 4 meirihlutar og 4 borgarstjórar á 4 árum og endalaust rugl fram og tilbaka, sko. Þannig að ég held að það hafi líka verið eins og furðulegt að hljómar í dag, sko, að Jón Gnarr og hans Mary Pranksters að við höfum komið inn með stöðuleika í stjórnmálinu sem var bara ekkert til staðar, sko. Nei, en ég upplifði það að fylgdi ykkur ákveðin stöðuleiki og ákveðin ró sem komið við borgina. Það var náttúrulega filosófía líka sem að held ég að hafi kannski orðið til hjá okkur en var kannski og Jón var duglegur við. Það var líka bara að reyna að keyra hlutina ekki á eintómu egói og reyna að gera hluti í sátt og reyna að gera hluti í samvinnu og sko það var mjög gaman að fara í gegnum það líka. Það var bara svona ákveðin andleg líka æfing að þurfa að fara í gegnum það og það er alveg andleg æfing að vera einhvers staðar á fundum eða einhvers staðar þar sem voru með mjög reitt fólk að öskra á þig og þú bara lærir að díla við það og öskra ekki á móti. Nei, nákvæmlega. Það er líka bara, það var mjög fróðlegt, sko. Þannig þið voru að taka okkur skellina á fortíðinni? Já, svo náttúrulega ertu bara að eiga við mál sem að koma mjög nálægt fólki. Það er auðvelt að tala um að skólamál eigi að vera einhvern veginn en svo er fullt af fólki sem er bara á í vanda gagnvart skólakerfinu eða kringum börnin sín og þessum tíma var, það var upplausn í samfélaginu, það var fátækt og fólk var að missa hús og fyrirtæki voru að fara á hausinn hægri vinstri og það var bara mjög mikið undir í kerfum sem við allt í einu bárum ábyrgð á. Þannig að það voru mikla tilfinningar og maður hluti bara skilja það líka og við höfðum engin tæki frekar en gengur og gerist til þess að leysa allt fyrir alla. Við vorum bara neitt í endalausan niðurskurð, sko. En þið voru allan að heiðaleg með það. Ég var eftir auglýsingunni að Jón Gnarr segði og eitthvað fyrir aumingja. Já.
veist, ég hugsa þarna var að segja, ok, hann segir það bara eins og það veist, aðri pólitíkusar eru ennþá reiðir út í þetta slag til þess. Já, hvernig tókuðu hinir sem voru inn í borginni? Það var oft erfiðara. Og sérstaklega við vorum heppin af því að við vorum í samstarfi, sem sagt mynduðu meirihluta með Samfylkingunni. Þar var tiltölulega ungt fólk sem hafði þó reynslu, Dagur og Oddný Sturlu og Björk Vilhelms og Hjálmar Sveins og fleiri sem voru tiltölulega ungir í pólitíkinni þannig séð. En margir í pólitíkinni voru mjög fúlir út í okkur og fannst við einhvern veginn hafa gert lítið úr sínum störfum. Bara með því að gera það sem ég gerði. Já, eiginlega, og náttúrulega líka var, það verður að segja stannað eins og að sumir af þessum bröndurum og slagorðum og svona voru kannski ekkert alveg að fyndi fyrir alla, skilur við mig. Maður skilur það alveg. Já. En svo líka þetta að við höfum ekki farið og gert sömu fórnir til þess að komast á þennan stað eins og þau. Það var ekkert sellátt. Nei, en við höfum ekki þurft að fara í gegnum sömu svipugöngin til þess að komast á þann stað að fá að ráða hlutum eða vera allt í einu komin þarna. Ertu hreykin að því sem gerðir þarna? Já, ég það. Svo leggur staðinn í landsmálin? Já, svo heldur þetta áfram. Það náttúrulega svona boltar þeir halda þetta áfram, sko. Og þetta voru borgarstjórnarkosningar sem eru þarna 2010 og svo 2013 þá sem sagt komið að alþingiskosningum og þá ennþá svona eftir hruns stemmingin að það þurfi ný öfl til þess einhvern veginn að berjast við establishiruðu gamlu pólitíkina og þá förum við þarna mörg úr besta flokknum yfir í að stofna með öðrum bjarta framtíð. Það var mikið af fólki sem hafði verið Þú og Guðmundur Steingríms voru mjög áberandi. Já, Guðmundur Steingríms dálítið áberandi þarna og Heiða Kristín sem hafði verið með okkur í besta flokknum. En það var líka fólk sem hafði verið sumir mjög lengi í öðrum flokkum. Svona fólk sem hafði verið með Guðmundi í Framsóknarflokknum. Einhverjir sem komu frá Samfylkingunni. En mjög margir líka sem voru höfðu ekki kannski verið beint þátttakendur í pólitík en höfðu verið í svona félagsmálum öðrum og áhuga fólkum samfélagi og sérstaklega eftir hrunið. Og ég svona að styðja við þetta sem hluta besta flokknum og beðinn að koma að lista og ég hafði mig samt ekki of hátt. Það endar á því að ég aðeins hækkaður og ég enda í öðru sæti og svo ég kosin inn á þing sem einhvern veginn stóð aldrei til. Þetta er 2013. Já. En svo þegar maður einu sinni kominn í eitthvað svona, þá bara reynir maður að standa sig, sko. Þannig að ég var á þingi, rúm 4 ár. Já. Og í gegnum alls konar æfingar, gegnum 2 kosningar og lendi í því að vera formaður í flokknum. Svo tókstu við ráðherra kjörfi? Já, og svo eftir kosningarna 2016 sem þá erum við í þessari fáránlegu stöðu að vera smáflokkur sem að lifði af, vorum með 4 menn á þingi en við vorum samt í raun og verið lykilaðstöðu, það var eiginlega ekki hægt að mynda ríkisstjórn án okkar. En ég hugsa að það hafi verið kannski erfiðasta verkefni sem að ég nefndi að voru þessir 3-4 mánuðir af stöðugum stjórnarmyndunarviðræðum við þennan hóp og svo þennan hóp og fram og tilbaka einhvern einasta dag sem endar í ríkisstjórn þarna í janúar 2017. Kom setningin sellátt upp í hugan? Já, algjörlega, það var náttúrulega fullkomið sellátt og sérstaklega þegar það endar á því að ríkisstjórnin sem ég í og mynda eiginlega frekar til hægri heldur en til vinstri. Það voru sjálfstæðismenn við og Viðreisn sem var þá alveg nýr flokkur. Já. Og það var að segja eins og svona vinir og kunningjar og sérstaklega í þessum lista og kreatífa gera var fólk sem kannski hugsar
síður til hægri í þessari pólitík heldur en vinstri og það voru rosalega mikið læti í kringum þetta. Fólk var ekki mjög ánægt með ykkur að fara með sjálfstæðismönnum. Þetta var náttúrulega, þetta voru mjög þungir tímar í pólitíkinni. Af því að vinstri stjórnin sem kemur eftir hrun, hún klárar sig og rosalega óvinsæl þegar hún búin. Svo kemur þarna Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem springur eiginlega á Panamaskjölunum og viðtaluna Sigmundar Davíðs. Og við komum upp úr því, það kosið, sem sagt það frítt kosningum. Og við komum upp úr því og erum einhvern veginn, nýju flokkarnir sem eru að taka ábyrgð, en leið með Sjálfstæðisflokknum sem var kannski ekki upp á sitt vinsælasta á þessum tíma, sérstaklega ekki hjá þeim sem ekki kursu Sjálfstæðisflokkinn. Og aðrir flokkar bara náðu aldrei neinni samstöðu að búa til öðruvísi ríkisstjórn. En það sýndi að segja að þetta endist ekki í árið sko. Þetta endaði í hryllu og ég var á einu stað mjög ánægður með ykkur sko, að því að var ekkert sellout. Það var svona, það verður ekki meira sellout hér. Já, þið tóku stand, skilurðu, ég spældur yfir þetta flosnaði, ég var spældur yfir fórið með Sjálfstæðisflokknum, en ég skilji maður ekki alltaf spældur yfir einhverju, en ég var ánægður með að við tóku sem sagt standpunkt í þessu subbuskap sem var í gangi. En þessu var svo snúið að klippa okkur einhvern veginn mjög ósængjarna máta. Það nú bara eins og pólitíkin dálítið sko. Ég ennþá sko, þó að það hafi liðið töluverður tími og ég var svo heppinn, segi ég sko, af því að ég vil ekki meina að þetta hafi legið þannig fyrir mér sko, að ég sem sagt dett út af þingi þarna eftir kosningarnar haustið 2017 og kemst bara út úr þessum heimi, skulum við segja, sem að ég kannski hafði alveg gaman af meðan ég var í honum, en var kannski hefði aldrei ratað á listanni við það sem ég langaði að gera fyrir. En sko, þegar við erum í þessari aðstöðu að við höfum tækifæri til þess að komast til áhrifa í samfélaginu í gegnum það að vera í ríkisstjórn, þá ég sáttur við það að við höfum sem hópur og sem flokkur sameinast það að við ættum að gera það. Þó svo hafi kannski verið strategískt betra að bíða bara og láta aðra þau skítverk. Og ég alveg stoltur að mörgu leyti af svona því sem að tókst að koma inn í samstarfsyfirlýsingu þessara ríkisstjórnar til dæmis. Sumt af því hlutir sem að hafa bara lifað áfram. Hvað stendur upp úr? Segjum bara þar var til dæmis í fyrsta skipti á ríkisstjórnarbasa settu stuðningur við borgarlínuverkefnið. Á þessum tíma þá náum við í fyrsta skipti að setja inn og tryggja allavega í fjárlagafrumvarpi sem að síðan hélt áfram peninga til þess að hefja byggingu nýja Landspítalans. Það eru svona hlutir sem það eru minni hlutir eins og að byrja að byggja upp og styrkja þjónustu í geðheilbrigðiskerfinu og svona smá hlutir. Þannig að það eru alls konar svona smá hlutir sem að maður getur verið stoltur af. Þannig fingraförin ykkar eru víða. Einhvers staðar og það fullt af góðu fólki sem að komst kannski inn í verkefni og inn í pólitísk verkefni í gegnum þetta flokkabrölt og þessar ríkisstjórn sem að hér og þar þarna ennþá þó að það sé ekki ábyrjandi og það var áður. Það eru alveg fólk sem að vinna hingað og þangað sko. En blundar ekkert í þér þessi pólitíski karriér? Nei, en ég líka, ég ætla að segja bara svo ég bæti við, ég líka mjög sko stoltur af því og ánægður með að við höfum tekið þessa erfiðu ákvörðun á sínum tíma að stíga út, að hætta í ríkisstjórn, þó svo að það hafi síðan kostað flokkinn í raun og veru tilvistina. Já, veist, þeir vissu... Það bara eins og það sko. Já, þeir vissu alveg hvernig þeir átt að matera þetta, sko. Já. En þeir sem voru í subbuskapnum, sko. Mér finnst það mikilvægt stundum, sko, að vera með einhvers konar, maður alltaf einhvers konar fyrirmynd þeirra sem að sjá mann. Og, þú veist, ég var lengi að náði að hætta að reykja, en ég var lengi hættur að reykja á almannafæri, sérstaklega fyrir framan börn.
eftir að ég gaf út barnaflutu þá átti ég með að það var ekki töff að reykja út á götu. Skilurðu? Og þegar ég kosin á þing þá einhvern veginn eitt af því litla sem ég gætt gert var að vera þá ekki með bindi og vera ekki í svörtum jakkafötum. Eða gráum jakkafötum. Fyrstu ákvörðun fyrir? Já, einhverju ofan ég. Var ekki einhver síðarmeistari í þinghúsinu sem þú verður að vera eitthvað? Nei, það var nú ekki mikið þannig, það var einhver konar pólitískar einhverjir. En þú varst ekki alveg mainstream pólitíkus að sjá, sko? Nei. Þú alveg stóðst út úr. En ég skildi samt það að til þess að vinna í pólitík, þá þarf maður að læra að vinna með öðrum. Og ég sagði stundum að það væri kannski ekkert mikið öðruvísi eftir að vera í punkhljómsveit. Ef þú ert frontar í punkhljómsveit þá verður að vera í nógu góðu sambandi við trommarann til þess að hann spili lögin með þér. Skilurðu? Og það er ekkert öðruvísi í pólitík, sko. Það er ekkert gagn af því að það eru bara tveir að spila lagið, sko. Og hinn eru ósáttir að spila annar lag. Já, eða bara ekki með eða eitthvað, sko. Þannig að pólitík gengur öll út á samkomulög og hvernig þú vinnur saman með jafnvel fólki sem er mjög ólíktir eða með aðra skoðunar á málum. Og það er dálítið galdur. Það er mjög fróðlegt, sko. Já, og þetta er svo mikið paradox í þessari umræðu því að þú leggur á stafinn og völlin með einhver fyrirheit góðverk. Já. En svo vita allir að fá eftir að búa til eitthvað mannvirki sem heitir ríkisstjórn eða borgarstjórn. Eitthvað sem að virka til þess að láta það verða, sko. Já, til að það verða. Og þá þarf að, sko, eru fyrirheitin ekkert endilega aktúelt eftir það. Nei. Og það er pólitíkin hnotskurn. Já, og það er dálítið fyndið, sko, að besti flokkurinn var nú svona dálítið að gera grín af kosningaloforðum með því að lofa fríum handklæðum hér og eitthvað svona. Og ísbjörn í Húsdýragarði. En síðan eftir því sem á leið þá sá maður að sumir voru rosalega fæ, sérstaklega þeir sem voru í pólitík og sérstaklega kannski í pólitík sem var þá andstæðingar okkar. Voru rosalega fúlir yfir því að við værum að svíkja öll þessi kosningaloforð. Af því að grínið af kosningaloforðum var allt í einu orðið af kosningaloforði. Þannig að en þar sem að ég upplifði síðan aftur, sko, þegar ég hætti þarna 2017-18 að þá upplifði ég var alveg ábóðslega þreyttur. Ég var alveg gjörsamlega uppgefinn af ég var bara búinn að missa þolinmæðina á þessu endalausa þvargi og ég var alveg hættur að hafa húmor fyrir því þegar að menn voru að takast á í pólitíkinni með gífuryrðum og með því jafnvel að maður upplifði stundum að tala gegn eigin samfæringu eða eigin betri vitund, sko. Af því að þú átt bara að vera á móti, að þú ert að reyna koma þér fyrir eða líta út fyrir að hafa að eiga heiðurinn af einhverju. Og þetta sem er bara hluti af allri pólitík, líka alveg hluti af því þegar hljómsveit á sviði og fólk svona, allir eru að reyna að sjá í sig stíga fram fyrir söngvar taka sólóið eða hvað það er, sko. Það í pólitísku umhverfinu ég var alveg gjörsamlega komin upp í kókan. Þannig þú horfir ekki tilbaka og þú sagt ég hefði átt að. Nei, og mér finnst það sem var erfiðast við þetta var þetta sýnilega. Já, hvernig það var en ekki að það var. Og reyna að selja sig. Kjósiði mig nú mig að því ég er svo klár. Já, bara ef ykkur finnst ég klár þá með ég kjósa mig. Skilurðu? Það er einmitt þetta og þeir sem að garga kannski mest kjósi mig er stundum fólki sem á alls ekki að kjósa. Já. Þannig að sko sá endi, ég er eiginlega ennþá dálítið bara svona ennþá með það. Ég á erfitt með að sjá fyrir mér að vera að standa í því. En ég hef ennþá alveg rosalega mikla skoðanir á öllum hlutunum sem maður hefur lært og komið sér inn í. Þannig að allt í einu veit ég rosa mikið spítalamál sem ég vissi ekki áður. En tíminn okkar er svolítið komin, við vorum skemmtilega, við hefðum svo margt fyrir okkur að spyrja en ég bara ánum með rappurinn þess að langar að svita, hvað ert í dag? Hvað ert að bauka? Hvað ert að gera á þér? Já. Og hvað er planið á það? Það er nefnilega, stundum er ég að vandraðist yfir því að ég ætti kannski að vera að koma með meira plan, sko. Ég satt að segja, það er bara
mjög einlægt að ég hef ekki mikið plan annað en að ég vil bara svona reyna að halda áfram að gera eitthvað skemmtilegt og læra eitthvað og vonandi gera eitthvað gagn einhvers staðar sko. En ég fór aftur í bókabransann í nokkur ár eftir pólitíkina. Var þá verslunarstjóri í bóksögu stúdenta upp í háskóla og það var mjög fróðlegt. Aðeins annar angi en ég hafði verið í áður og gaman að vera svona á öðrum vettvangi í þjóðfélaginu og svona aðeins tilbaka. En svo er ég búinn að vera núna í rúmt ár sérfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneytinu. Ásmundur Einar sem ég kynntist upphaflega í gegnum pólitíkina. Og við erum svona sameiginlega tengingar vestur í Dali. Náðum svona dálítið saman á þeim tíma. Er það full vinna? Þannig að ég var í fullri vinnu hjá honum sko. Kom inn hjá honum til þess að koma inn í málefni barna með, eins og við segjum, fjölbreyttan tungumála og menningabakgrunn og börn og flótta. Þannig ég er búinn að vera að vinna í þeim málum. Og bara sem starfsmaður og plani inn í ráðuneytinu. Og það er alveg rosalega skemmtilegt, sko mjög mikilvægur og breiður málaflokkur. Rosa gaman að geta nýtt svona þar sem maður hefur kynnst í svona allstæðir í kringum þetta borð til þess að reyna að færa hlutin áfram. En það er líka, ég er rosalega feginn þegar að ég sé Ásmund fara út úr ráðuneytinu til þess að fara niður á þing eða taka viðtölu eða hvað það heitir. Ég er mjög feginn að hann sé að því, sko. En svo er maður bara eins og gengur og gerist, svo er maður eitthvað að reyna að halda þessum hljómsveitum sínum gangandi og hljómsveitum í flirtum. Já, það er alltaf einhverjar, sko. Það er sérstaklega Ham og Dr. Spock sem hafa verið virkað í gegnum tíðina. Já, við erum alveg að ræða gulugúmí hanska. Spock er svona búið að vera svona mjög skemmtilega crazy hliðarspor eiginlega. Ég sá okkur með Iggy Pop að gera eitthvað. Jú, við spiluðum með honum. Það voru brilljant þar. Já, það var mjög skemmtilegt og æðislegur hópur að spila með. Og við í Ham erum alltaf að spila eitthvað og erum núna til dæmis að semja á fullu. Við erum að undirbúa næstu plötu sem að líða þá vonandi ekki 7 ár þangað það kemur út. En allt þetta gerist miklu hægar en það gerði í gamla daga. Af því að fullorðnir menn þeir bara við gerum meira heldur en við gerðum áður. Þú veist, menn eru bara í vinnu og fjölskyldur og á alls konar skyldum að gegna. Já, og hvernig kannski betur að njóta? Gæti verið sko, svo kannski minni rembingur heldur. Okkur er orðið nokkuð slétt sama hvort einhver ætlar að fara, hvort við verðum eitthvað vinsælir eða hvort við þurfum ekki að meika það lengur. Já, þurfum að díla við sellout-dæmið. Já, við erum búin að selja þannig að nei, skilur við, þú þarft ekki alveg þú þarft ekki að horfa það að gera hlutina til þess að vera vinsæll. Ertu á þeim stað sem þú vilt vera á? Já. Svolítið erfið já eða nei spurning sko? Já, ég held að sé nú einhver anarkist í mér sem segir sko, ég bara vera sáttur dálítið í núinu sko. Og ég get alltaf ekki ímyndað mér að vera eitthvað staðar annar staðar. En maður dálítið lætur líka bara fljóta. Þú veist, þegar ég fekk þetta skrýtna símtal seint á kvöldi sko frá Jóni Gnar að þá sagði ég bara já, skilur við. Þannig að maður er alltaf aðeins það líka sko, tilbúið. En ég hef aldrei þekkt því, þó ég veit af þér, en ég hef alltaf upplifið þið svo sannan. Það er einhvern veginn áræðin er svo sann að ég hef alltaf trúað þér. Já, ég veit ekki. Og það bara gerði þetta beintið við borðið. Það er fallegt að heyra. Já, það er mín mynd af þér. Þess að finnst mér svo áhugaverður. Ég held að maður reynir það að vera sannur því sem maður er að gera og maður reynir að gera það sem maður svona getur. Það sem maður kannski gerir eitthvað annarkvort nýtt eða eitthvað gagn eða hvað sko. Og reyna að hafa ekki ofmyndstur áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Það er rosalega mikið trikkið held ég. Bara yfir höfuð. Óttaprófi. Maðurinn öndur. Já. Takk fyrir að koma. Það var virkilega gaman að fá þig inn í þetta spjall. Þú varst að segja mér rétt áður en við fórum inn upp á sviðið að þú hefur verið í podcasti sem varst í 4 tímar. Já. Og ég skil alveg akkur að það var 4 tímar af því það var svo fullt sem það að spyrja inn. Ég fæði kannski bara árið eitthvað. Já, það væri bara mjög gaman að búið að vera alveg frábært að koma inn til þín og alveg magnað að koma hérna í Gömluborg sko. Já, þetta er Gamlaborg. Og þú ert ekki það gamall, þú er ekki spilað hér. Ég hef ekki spilað hér, ég er ekki það gamall. En Sigurós, ég er alltaf að segja það, hefur spilað hér. Alveg rétt. Þetta ámaðurinn. Ég er orðinn nógu gamall sko til að ég er að safna í að komast til þess að spila í þessa staði sem maður hefur ekki spilað á.
Kannski á ham eftir að spila á þessu svið, aldrei veit. Við erum alltaf að reyna að finna út hvernig við ætlum að nota þetta hús sem menningarhús. Hver veit? Aldrei að vita hvort þú komst fyrir hérna, sko. Já, það bara gaurum í gítarinn þá. Já, nákvæmlega. En, tók ég að rólu? Nei, bara. En þið sem eru að horfa eða hlusta, þetta er á Spotify líka, þið vitið að því, þetta er Kaldi potturinn. En þið getið sendt mail á okkur, Gunnar Bjarnar, á týr@tyr.is. Þannig að við viljum koma ykkur á framfæri eða tuðið yfir ykkur. En takk fyrir að hlusta, eða horfa, eða bæði. Takk fyrir okkur. Takk hérlega.